Þroskaþjálfar sagan öll. Hæ, ert þú einn af þeim sem ert alltaf að velta fyrir þér hvað þroskaþjálfar gera? Ertu kannski farin að missa svefni við því? Eða ert þú kannski bara einn af þeim fjölmörgu sem heldur að þroskaþjálfi sé góð kona í flíspeysu og krokkskóm sem ýtir fólki í hjólastól? Ef svo þá er þetta myndband svo sannarlega fyrir þig. Á ég að segja þér svolítið merkilegt? Tímarnir breytast og mennirnir með. Sem betur fer, og það á líka við störf þroskaþjálfa og réttindi fatlaðs fólks. Komdu með mér í ferðalag. Hér sjáum við eina af stofnunum fortíðarinnar þar sem fólk með þroskahömlun bjó. Þá hétu þroskaþjálfar gæslusystur og störfuðu með fólki með þroskahömlun. Þær klæddust búningi í vinnunni og gengu með hvítan höfuðkappa. En það var í þá daga. Á þessum stofnunum voru bæði fullorðnir og börn geymd og vernduð fyrir umhverfinu. Enda heimurinn stórhættulegur eins og allir vita. Fyrst við erum nú komin aftur í tíman, laumum okkur þá inn fyrir veggi einnar af þessum stofnunum. Þá fór nú lítið fyrir friðhelgi einkalífsins og margir deildu herbergi. Jæja, elskurnar, þá er komin tími til að fara á fætur. Á þessum tíma var lögð áhersla á þjálfun, umönnun og gæslu fatlaðs fólks. Þá var dagurinn skipulagður af stofnuninni og fatlað fólk hafði takmarkað vald yfir eigin lífi. La 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 la. En hvað gerðist svo? Á einum tímapunkti datt einhverjum snillingnum í hug að fatlað fólk þyrfti ekkert endilega að búa á stofnun. Hafist var handa við að loka stofnunum og fatlað fólk flutti út í samfélagið. Þetta var nú dálítið dramatískt. Djók. Nýrri hugmyndafræði fleygði fram og það þýddi betra líf fyrir fatlað fólk. Baráttu raddir heyrðust. Ég vil jafnrétti. Að mér sé sýnd virðing. Ég vil betra líf. Það er ríkisstjórn. Hvernig væri ef fatlað fólk fengi að ráða lífi sínu sjálft? Vilja ekki allir stjórna eigin lífi? Á ekki allt fólk að eiga val? Nú er fatlað fólk farið að taka þátt í samfélaginu. Þá hef ég nú ekkert að gera inn á gamaldagsstofnun. Bíddu nú við. Gæslusystur farnar að kalla sig þroskaþjálfa. Hættar að nota kappa. Bíddu, hvað er ég enn að gera í þessum gömlu fötum? Er þetta ekki betra? Ég er nú bara dálítið fín, er það ekki? Hei, hvað þarf marga þroskaþjálfa til að skipuleggja líf mitt? Ég veit það ekki. Nú engan, ég gera það bara sjálf. Já, þeir myndu nú kannski sómar sér vel í skipulagningu hjá Strætó. Þetta voru nú orðasönnu, maður. Við erum komin til samtímans og erum stödd á fundi þar sem að mannréttindamál bera á góma. Það er nú kannski hagkvæmt að halda í nokkur sambýli. Nei, það brýtur í bága við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Myndir þú vilja búa með 8 manns sem þú þekkir ekki? Já, þetta er rétt hjá þig, Þóra. Við verðum að hugsa út fyrir Excel-skjölin. Já, við verðum að fara eftir samningnum. Nú er hlutverk þroskaþjálfa ekki að sinna umönnun og gæslu, heldur að upplýsa fatlað fólk réttindi sín. Við erum líka farin að vinna með öðrum samfélagshópum. Við vinnum í skólum og með eldra fólki. Við vinnum líka að réttindagæslu. Nei, sæl og blessið. Hvernig gengur að eiga við allt þetta kassalaga fólki í kerfinu? Þú meinar, maður er búin að ræta sér blöðkum til að synda móti straumnum? Já, nú gerðum með að trúa því. Taktu skriðið á þetta, vinkona.
Svo er alltaf aukast vinna við ráðgjöf. Þar er nú alltaf nóg að gera. Við þroskaþjálfar vinnum líka á heimilum fólks. Sælir, strákar. Nei, Bjössi, þú hér. Við höfum ekki sést síðan við útskrifuðumst. Já, blessuð, ég er bara aðstofan Gunnar hérna. Já, hann er nú skítsæmilegur. Við erum bara búið til kokteila hérna. Það er nú föstudagur. Já, góða helgi, strákar. Það fyrir ekki alveg þetta í helgafrí hjá mér. Ég þarf bara að klára þetta myndband fyrst. Eins og þið sjáið starfa þroskaþjálfar víða. Ég kann bara ágætlega við mig í þessu herbergi. Kannski ég verði bara forseti einhver daginn. Djók, samt ekki. En sagan stoppar ekki hér. Og það veit enginn hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Á meðan heldur réttinda baráttan áfram. Við viljum betra líf fyrir alla. Svo væri líka ágætt að fá hærri laun. Nú ertu vonandi einhverju nærum störf þroskaþjálfa og getur sofið rótt. Takk fyrir að nenna að horfa svona lengi á mig. Verið þið sæl að sinni.